Komiði sæl. Það hefur gengið á ýmsu hérna hjá okkur síðasta klukkutíman því að við héldum að tækið væri bilað og það kviknaði ekki á því fyrir eftir hálftíma eða hálfti klukkutíma svona fyllt og hristing og bænir og það fór í gang. Svo að ég mjög þakkláttur að við höfum uppsetningunni hérna í PowerPoint eins og venjulega. Við tökum eftir því að Opinberunarbókin lofar blessunum og að okkur getur liðið vel ef að við lesum Opinberunarbókina og tökum mark á henni. Ég vitna í þetta af og til bara til þess að brýna ykkur, til að minna ykkur á að þetta galopin bók og auðskiljanleg að mestu leyti ef að við bara gefum þessari bók tækifæri. Og ef að einhver sér ekki nógu vel af því að myndavélinni fyrir, ekki hika við að færa ykkur. Bara við erum að gera tilraun hér í dag. Því að eftir áramót að þá ætlum við að taka upp vonandi með Guðs hjálp að vídeó eða myndband sem færi á YouTube. Nú ég að lofa upp bérinin á mér, af því að við höfum engan pening fyrir þessu. Það þarf að kaupa myndavél og það þarf að kaupa skjá sérstaklega hérna sem verður hérna fremst og við bara gerum áform eins og ég gerir reyndar oft í trausti þess að Guð muni hjálpa okkur að koma þessu í kring. En þessi myndavél óskubókir, mér sagt, en hún dugar til þess að taka gott efni og setja það á YouTube og þá fer það allan heim. Allt sem við sjáum hér, bæði á tjaldinu og fyrirlesarinn segir það fer allt þarna á myndbandi. Þetta var smá útúr. Svo að sælli sá lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd, segir Drottinn. Og við skulum hafa þetta í huga þegar við höldum áfram. Nú ætlum við að kynnast í dag kjarna þess sem að Opinberunarbókin að kenna okkur og vara okkur við og mun koma og verða hér. Það sem við lærðum síðasta sunnudag, í dag og það sem eftir á námskeiðinu, það svo samanþjappað efni af mikilvægi sem við megum ekki missa. Og nú höldum við áfram. Í 14. kaflanum þar að finna 3 hluta. Það á Síónfjalli, það að segja á himni. Það sem að sagti frá fólki Guðs, það þegar komið til himins. En svo fer söguþráðurinn aðeins tilbaka og segir frá því sem að fara að gerast og reyndar byrjað. Að stund dómsins komin og þá hljómar ákveðið boðskapur til allra jarðarbúa og þessi litla samkoma hér hluti af þeirri allsherjar boðun sem fer allan heiminn. En 3. hlutin, uppskerutími, kemur síðar í námskeiðinu. Það að segja við munum meðhandla það efni sérstaklega í lok námskeiðsins. Nú förum við í 14. kaflan, það 3. vers og þar áfram. Þar segir frá og þeir, þar að segja þessir á himnum, þessir hólknum sem Kristur hefur þegar komið og sækir, þar að segja þegar þetta gerist, og býður þá velkominn í himinin, þá því lýst að þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu, hásæti Guðs. Enginn gat numið sönginn nema þær 144.000 sem út leystir af jörðinni. Margir telja að aðeins verði 144.000 frelsaðir. Það ekki rétt. Og við komumst að rauna því, og ég hef sýnt eitthvað það þegar held í 7. kaflanum, að það ótrúlegu brúi fyrir framan hásæti Guðs, samkvæmt 7. kaflanum í Opinberunarbókinni, við fórum yfir það daginn, að þeir líka hólknir. En þessar 144.000 virðast vera táknmynd upp á þá sem leystur út á jörðinni, út úr tíma erfiðleikana, þessum allra síðasta tíma, lifandi. Það að segja þeir upplifa þessar hörmungar og erfiðu tíma og ofsóknir vegna trúa þeirra. Og Kristur kemur í taka tíð og frelsar þá.
þeir eru kallaðir þessir 144.000 og það ekki bara gyðingar. Það segir hérna í 4. versinu, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum, þetta undarlega orðatiltæki. Þegar þeir eru sem megar, en þegar við lesum áfram þá sjáum við að hér ekki átt við að bara karlar verði frelsaðir, konurna líka, nema að eins og ég hef ítrekað bent á að söfnuður Guðs, honum líkt við konu, hreina megin, óspillt af kenningum og trúarrugli þessa heims. Og af því að þetta er fleirtölu að þá verður að tala hér margar konur eða marga söfnuði trúfjölög sem allir telja sig kenna í nafni Jesú Krist, en Kristur mun ekki kannast við það. En af því að þessir kenna ýmiss konar boðskap sem í andstöðu við boðskap Biblíunnar, að þá kallar drottinn það þeir hafa sörgast af trúarsamfélögum sem boða villu kenningar og við komum með því betur á eftir. En þessir sem eru leystir út frá jörðinni á þess að hafa sörgast af þessum trúarruglingi nútímans, þeir fylgja lambinu hvers að það fer. Það lofað að alla eilífð mun þetta fólk sem eru hólpnir geta fylgt lambinu, það er að segja Jesú Kristi, þegar hann ferðast víðáttur alheimsins ýmsar aðrar veraldir sem hafa ekki fallið í synd. Þá er okkur boðið sérstaklega að koma með honum til að vitna hann og hetjudáð hans, að hann dó fyrir okkur til að frelsa okkur. Og við höfum frá mörg að segja alla eilífð, því að alheimurinn er gríðarlega stór. Við getum ekki eins og þeir gripið það eða skilið það. En þessir voru leystir út úr hóp mannana sem frumkvæði handa Guði og handa lambinu, og í munni þeirra var enga lygi að finna, þeir eru lýtalausir. Þarna sjáum við lykilinn að því að hér ekki verða að amast við konum. Konur verða hólpnar alveg svo karlar sem að taka mark á orði Guðs og meðtaka hjálpræði í Jesú Kristi. Því að þið sjáu það í munni þeirra sem eru leystir út á jörðinni, hvort sem það eru karlar eða konur, er enga lygi að finna. Þetta hefur með boðskap að gera. Eins og við finnum aftur og aftur og aftur, allt frá upphafi til enda opinberunarbókarinnar, þetta snýst boðskap og vitnisburði, og að þeir sem meðtaka drottinn og telja sig kristna, að þeir séu raun og veru sannkristnir og ali ekki á lygaboðskap sem nóg er af í þessu trúarrugli nútímas, þó að kallist kristinn heimur. Svo að ég mátti til með að benda ykkur á þetta, svo komum við að öðrum boðskap sem virkilega skírskota til okkar í dag. Því að frá 7. versi segir það Jóhannes: ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa, og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og lýð, og sagði hárri röddu: óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dómsans. Það verður að boða dóminn. Hann er að byrja. Og samkvæmt öðrum spátómum sem ég bara hlakka til að fá að kynna fyrir ykkur eftir nýjári, að fara þá yfir meira efni og meira af spátómum, og þá komist við raunum að dómstundin er þegar hafin hér á jörðu. Það er að segja á himni fyrir okkur hér á jörðu. Því að þegar Kristur kemur, þá er búið að dæma eilíf örlög okkar allra. Því þá kemur þetta að sækja fólki sitt. Svo segir: tilbýðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Það er tvenns konar boðskapu hér. Að þessi boðskapu sem verður boðaður alla jörðina er það að dómurinn er byrjaður á himni. Og í öðru lagi að við erum hvött, allir jarðarbúar, hvattir til að tilbyrja skaparann. Er verið að prédika það í kirkjum landsins í dag? Hvað er það sem má ekki kenna í trúartímum eða kristinfræðitímum barnanna okkar
í skólum landsins. Sköpunarsögu Biblíunnar. Það má ekki tala skaparann. Og þó er að finna í trúarjátningu flestra Íslendinga að við kristið fólk, við trúum á Guð sem skapaði himinn og jörð og allt sem í því er. En nú hefur eitthvað gerst í mannheimi, í hinu kristna heimi. Það má ekki boða þennan boðskap. Þeir telja það trúarrugl, en þetta er boðskapur sem Guð segir að verður boðaður til allra á jörðinni áður en Kristi kemur. Kínverjar, Japanir, Indverjar og fólk allstaðar mun heyra þennan boðskap hvort sem að hinum vitru mönnum hér á jörðu líka betur það verð að ekki megi, sem sagt þeir segja má ekki boða svona boðskap, hann verður boðaður. Við erum að því hér núna. Við höldum áfram og við áttum okkur betur á hvað hér er innifalið í þessum boðskap að tilbiðja þann sem gjört hefur í himininn og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvar er þessi orð að finna annar staðar í Biblíunni? Við skulum athuga þetta allt saman í dag. Í Jesaja 44, vers 24, þá segir, svo segir Drottinn, frelsarinn þinn, sá er þig hefur myndað frá móðurkviði. Hér er verið að tala um einhvern sem mótaði okkur, skapaði okkur. Hann segir, ég er Drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himininn aleinn og útbreiddi jörðina hjálpalaust. Vitið þið af hverju Kristur er kallaður orðið? Það er með stóru staf, orðið. Það er af því að þegar Kristur skapaði, hann skapaði jörðina og okkur. Hann þurfti ekki annað en að tala. Þá kallaði hann dýrin og fuglan og fiskana, fjöllin og vötnin og hafið og allt saman inn í tilveruna bara með því að tala. Svo voldugt er orð hans þegar hann talar að hann er kallaður orðið, eitt af tignarheitum skaparans. Og þetta er sá boðskapur sem er hamrað á í Gamla testamentinu, allt í gegnum Gamla testamentið og aftur í Nýja testamentinu og í síðustu bók Biblíunnar er okkur tjáð. Þetta er sá boðskapur sem við prédikar og prestar og kennimenn eigum að boða fyrir fólkinu. Að tilbiðja skaparann. Við verðum kannski mjög fáir sem gerum það, þrátt fyrir alla áhersluna sem við finnum í Biblíunni. Drottinn skapaði og þannig var himininn til. Ekki af einhverju stóra hvelli, vitleysu. Það getur nú hafa verið hvelli samt þegar að Drottinn kallaði veröldinni inn í tilveruna, en hann talaði og þannig urðu hlutirnir til. Og svo í annarri Mósebók í 20. kafla, þar kemur þetta orðalag sem ég var að víkja að áðan, í 8. til 10. vers, þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Býtum við, hvaða rugli nú á, segir því. Hvíldardag, hvað hefur það með sköpun að gera og skapara? Drottinn útskýrir það sjálfur. 9. versi. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Okkur ber að hafa í heiðri hvíldardag Drottins sem er ekki sunnudagurinn. Við erum eftir að komast betur að rauna það. Og svo lesum við áfram, þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Hér er ekkert verið að tala bara um Ísraelsmenn og gyðinga eins og margir kristnir segja í dag. Þetta var nú bara fyrir gyðingana. Hér eru nefndir allir sem lifa á jörðinni, frjálsir og ófrjálsir, karlar og konur. Og svo lesum við áfram í 11. versinu, því að á 6 dögum, þetta er ástæði fyrir því að hafa í heiðri boðorðin og alveg sérstaklega hvíldardaginn. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Takið eftir áherslunni hérna. Hann skapaði,
hann hvíldist, hann blessaði og síðan helgaði hann. Þvílík áhersla sem að Guð sjálfur leggur á mikilvægi hvíldardagsins, að hann nefnir allt þetta til þess að minna okkur á. Og tókuð eftir því að þegar við lásum þarna í byrjun, ég ætla aðeins að fara tilbaka hérna aftur og sjá, hérna. Þetta eina boðorðið sem byrjar á því að minna okkur á. Ekki gleyma þessu boðorði. Þetta eini staður þar sem Drottinn segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Alls ekki að gleyma þessu. Hverju hafa jarðarbúar, og ég tala nú ekki hérna kristnu, gleymt? Það einmitt að hafa í fjórða boðorði. Ég ætla að fara hérna áfram og finna. Hérna það að skaparinn, hann skapaði þessa veröld. En við hryggjum hann ákaflega með þeirri höfnun sem hann upplifir frá okkur sem játum trú á hann. Og viljum ekki ansa því sem að hann leggur svona ríka áherslu á. Við mennirnir eru duglegir við það að halda upp okkar eigin afmælisdaga. En afmælisdag jarðarinnar, mannkynsins, sem á að halda vikulega, hvíldardagi, 7. dag vikunnar. Ég get alveg séð Drottinn svo bara hryggjast yfir því hvað við sýnum honum mikla höfnun. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og í byrjun Biblíunnar, þá segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vatnunum. Margir segja já, þetta gerðist fyrir billjónum ára síðan. Þá var jörðin bara svona eins og kölluð inn í tilveruna sem pláneta, ólöguleg, myrkur og svo löngu seinna. Þá gerði Drottinn svona smá landslagsbreytingu á þessu öllu saman og þannig hafa kristni menn svona komið til móts við þróuna sinna af því þeir líður illa, þar að segja hinu kristnu sem að hafna boðorðunum, að minnst þessu boðorði, og segja já, jörðin var sköpuð fyrir löngu síðan. En svo gerði Guð svona landlagsbreytingu. Nei, ef við lesum allt boðorðið, þá er okkur sagt að á 7 dögum, á 6 dögum, skapaði Guð himinn og jörð og hafið og allt sem í því var. Allt. Og síðan meir, og það í framhaldi eftir áramótin, þá skulum við sjá betur hvað Biblían hefur að segja okkur hvað hugsanlega var fólkið í því að skapa á 6 dögum. Og á hvað stuttum tíma. Ég hef skráð hérna á tjaldið, ef menn héldu 7. dag vikunnar sem hvíldardaga Drottins, væri engin sú kenning til í menntastofnunum sem boðaði þróun lífs í stað sköpunar. Kristur skapaði og þess vegna ekki aðeins skaparinn, heldur einnig frelsarinn okkar. Hann mun endurskapa okkur syndarana og gefa okkur eilíft líf. Þróunarkenningin hafnar skaparann og þar með líka frelsarinn. Hér ein þversögn okkar kristinna manna flestra. Verði viðstaddur við jarðarför, þar sem að prestar dirfast að tala að allt verði nýtt að lokum og tala það sem að, nýju jörðina og allt verður svo yndislegt. Og stundum verður þeim á, og Guði sé lof fyrir það, að vitna í texta í Nýja testamentinu sem segir eitthvað á þá leið að á einu augnabliki að þá verður allt nýtt. Og hið dauðlega verður ódauðlegt, kannast þið við það? Og hið forgengilega, það sem ferst og rotnar og verður engu, það verður óforgengilegt. Þetta eru orð sem prestarnir, hvar sem þeir í flokki, rifja upp aftur og aftur í jarðarfari. Og á einu augnabliki þeir að vitna í að skapari muni aftur skapa. Það má taka við því, en ekki upphafinu. Þegar að skapaði jörðin og okkur og allt saman. Þetta er þversögn.
að hafna sköpunarsögu Biblíunnar en pikka út hér og þar einn og einn texta þar sem að Drottinn lofar að gera allt nýtt aftur. Svo lesum við ætlum að hoppa henni yfir í Daníels bók í 7. kaflanum, 25. versi. Ég hefur komið með hennar texta áður en nú ætlum ég að koma með hann aftur. Þar segir hann, það að segja, þetta trúalega vald sem við lásum í 13. kaflanum síðastliðinn sunnudag, sem að talar gífuryrði og kemur öllu jarðarbúi til þess að tilbiðja á einn veg, annars getur ekki keypt eða selt. Hér er Daníel að vitna í sama valdi. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúga hina heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Sjáum við hvað er að gerast? Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, 2 tíðir og halva tíð. Í gamla daga, í þá daga sem menn voru að skrifa Biblíuna, þá voru bara 360 dagar í hverju ári taldir. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að það vantaði upp á nokkra daga á hvert ár til að gera það 365 og aðeins betur og þess vegna 4. hvert ár hlaupársdagur. Nema að þetta trúalega vald, það hefur í hyggju að breyta lögum Guðs. Og sá tími kemur að þeir verða, eða frá daga, það að segja frá tíma Daníels, þá myndu Guðs fólk verða seldur í hendur þessa valds. Við ræddum það síðast. Í 1 tíð, 2 tíð og halva tíð. Vitið það að þetta er nákvæmlega sami tími og við töldum sem 3 ár, eða lásum sem 3 ár, síðastliðinn sunnudag, 3,5 ár, eða sem 1260 daga. Eða 1 tíð, 2 tíðir og hálf tíð. Tíð í þá daga var 1 ár. Og svo 2 tíðir í viðbót við 1 tíð, það eru 3 tíðir, eða 3 ár, og hálf tíð er hálft ár. Ef við svo teljum dagana í þessum tíðafjölda eða árafjölda, þá er það nákvæmlega 1260 ár, sem frá árinu 538 eftir Krist, þegar að Konstantínus keisari, það var Justinius keisari, flutti sig eða stjórnsetti sig frá Rómaborg til Konstantínópel í Tyrklandi, að þá var það að það liðu 1260 ár sem að páfinn var einráður í Evrópu. Hann kan skikka til konunga og keisara og hóta þeim bannfæringu ef ekki hlýddu boðum hans, og hann gerði þetta við suma. Og það var á þeim tíma sem að páfadómi leyfst að ofsækja hina kristnu. Og eins og með Martin Luther og John Hus og Zwingli og Calvin og alla þessa siðbótamenn, að sumir þeirra náðust, voru fangelsaðir og teknir af lífi, brenndir á báli. En Luther, hann var verndaður af þýsku prinsunum. Ég er bara að minna ykkur á hvað Gamla testamentið segir líka, eins og Opinberunarbókin þetta sama tímabil ofsóknar. Nú, í Markúsi þá lesum við orð Jesú Kristi í 2. kafla, vers 27 og 8, að hann sagði við þá: hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og svo lesum við aftur í Jesaja kafla 44 og 18. versi. Já, svo segir Drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn er Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég er Drottinn og engin annar. Þetta er sá Drottinn sem við viðurkennum sem frelsarann okkar. Hvernig í ósköpunum dettur kristnu fólki í hug í dag að segja: já, við meldum okkur frelsarann en ekki skaparann.
eða sköpunarsöguna. Sá sem okkar frelsari og drottinn líka skaparinn. Hér að ræða mikla mótsögn í kristna heimi að við ekki viðurkenna sömu persónana sem bæði skaparann og frelsarann. Förum yfir í Esekiel í 20. kafla og þar segir, og það 12. 13. vers og þar áfram: En Ísraelsmenn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum. Sjáu þið deiluna lög Guðs. Það að segja þeim lögum maður skal halda til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelgu þeir stórum. Hugsið ykkur. Guð lætur sér mjög annt að við höfum meginreglur himinsins í heiðri. Þeir sem ekki kæra sig að hafa í heiðri boðorð Guðs, haldi þegar þeim verði boðið að koma inn í himinin sem velkomni gestir, eftir að Lúsífer hafi gert uppreist gegn sömu lögum. Þetta önnur þversögn hins kristna heims. Guð skapaði og kristið fólk, því hæfir vel að viðurkenna sköpunarmátt Guðs. Jesús Kristur, hann býður okkur að meðtaka allt hans orð. Það var hann sem hafði þetta að segja í Jesaja 58, vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín né talar hégóma orð. Þá munt þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig fram bruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns. Því að munnur drottins hefur talað það. Hér skaparinn að tala til allra jarðarbúa. Það önnur Mósebók, 31. kafli, það 16. og 17. vers. Þar segir: Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns, sem ævinlega sáttmála. Ævinlega, það þýðir alltaf, skal hann vera teikn eða tákn milli mín og Ísraelsmanna, því að á 6 dögum gjörði drottinn heiminn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Margir kristnir vinir okkar í öðrum trúfélögum, þeir segja: Sérðu ekki 16. versinu? Þetta bara fyrir gyðingana. En allt fólk Guðs, bæði á tíma Gamla testamentisins og Nýja testamentisins, og eins í dag, sem meðtaka allt orð Guðs og allt hjálpræði hans, kallaðir Ísraelsmenn eða Ísrael. Og við tökum eftir þessara áherslu að þetta hvíldardagurinn tákn milli mín og Ísraelsmanna, eða alls Ísraels á allri jörðinni, hvort sem þeir eru gyðingar eða Íslendingar eða Indverjar þess vegna. Guð skapaði heiminn. Hann skapaði svo miklu meira en bara þessa plánetu sem við göngum á. Hann skapaði alheiminn og hann alltaf að skapa. Þess vegna að kalla það skapari. Þess vegna skapari með stóru staf. Það heiti. Þess vegna orðið sem tignarheiti Jesú með stóru staf